Allir þættir samstæðuverinnar eru á YouTube. Já, varnarsamningur Íslands og Bandaríkjanna komst í fréttir í síðustu viku. Það var Kveikur með úttekt á svona leyni viðauka sem hafði verið gerður eftir að ríkisstjórn Sjálfstæðisflokks, Viðreisnar og Bjartar framtíðar sprakk og stutt til kosninga árið 2017. Það var svolítið fjallað þetta í þættinum, en kannski ekki svo mikið á eftir því, þetta voru stór tíðindi. En til þess að glöggva okkur aðeins á þessu eru hingað komnir tveir góðir menn. Það Elvar Ástráðsson sem skjalavörður samtaka hernaðaranstæðinga og Guttorm Þorsteinsson sem formaður samtakana. Verið velkomin. Fyrir. Nú hafið þið fylgst með þessum málum lengi. Var eitthvað nýtt eða óvænt í þessum, hvað heitir þetta, viðauka við varnarsamninginn sem að Kveikur var að fjalla um? Kom mörgum á óvart að hversu mikinn rétt Bandaríkjamenn hafa hérna að eigin, þeir geta hafa sjálfsvald það, hvort þeir líti á að það sé hættuástand og þá geta þau komið hingað og fjarlægt okkur ef við erum fyrir og þar þetta gott á. Kom þetta ykkur á óvart? Nei, alls ekki. Reyndar ekki sko, þetta var náttúrulega kannski svipað og náttúrulega með 2016 samningin sem kom í ljós að Lilja Alfreðs gerði eftir að þing fóru í sumarfrí. Það manni kannski kom helst á óvart að þeir hefðu sett svona nýjan samning strax á eftir honum sko, en þar til dæmis strax ætla Bandaríkin sér ákveðið svona sjálfdæmi sko, hver hernaðar þörf þeirra og Ísland alltaf sem land sem hefur enga þekkingu eða reynslu og einhver svona herfræðisvið alltaf í mjög veikri stöðu til þess að setja eitthvað út á mat Bandaríkjanna það hversu mikinn herafla þau þurfi hér til að tryggja varnir innan gæsalappa. En þetta svona með sko hversu rík réttindi herinn hefur kemur okkur ekki sérlega óvart sko. Kannski þetta er alltaf svolítið svona eins og þessi svona stjórnsýslulegu annmarkar sko á því að það séu bara einhverjir embættismenn í utanríkisráðuneytinu sem maður getur ekki einu sinni komist að hverjir eru af því undirskriftin er ólæsileg. Venjulega hafa nú samt ráðherrarnir sjálfir ómakað sig við það að skrifa undir þessa samninga þó þau sé ekkert að láta þing eða utanríkisnefnd vita. Við getum gert ráð fyrir að þessi samningur hafi verið gerður með vitund og vilja þáverandi utanríkisráðherra sem var Guðlaugur Þór Þórðarson. Það er eiginlega ómögulegt að embættismennirnir taki þetta upp. Nei, og það stendur í samningnum sko, að það er einhver svona bréfaskipti þarna á milli, þetta er presenterað sem einhvers konar minnisblað eða eitthvað svoleiðis sko, sem að verði svo að samningi ef að ríkisstjórnin samþykki það. Þannig að það felur eiginlega í sér í þessum samningi að Guðlaugur hafi vitað af þessu og helst og líklega þá borið þetta undir ríkisstjórnið allavega einhvers konar formsatriði. Já. Það er eiginlega áhugavert sko, af hverju eru þeir að gera þetta og á hvaða grundvelli? Það er til dæmis, það er engin sendiherra á landinu þegar þetta er gert og þetta heitir Defense Cooperation Agreement by Notes og þetta eru svona orðsendingar frá sendiráðinu til utanríkisráðuneytisins og þetta er gríðarlega yfirgripsmikið. Þeir eru að árétta þarna eldri samninga alveg aftur til 1951, samningin leyniviðaukann frá 1951 og breytinguna á honum sem að Valgerður Sverrisdóttir gerði 2006 og þeir vísa líka í samningi sem að Lilja gerir 2016. En það sem sko þarna á einum stað tekið fram sko ef hernaðarástæður krefjast þess þá eru allir flugvellir, hafnir og aðrir staðir á Íslandi til reiðu. En hver skilgreinir það ef það er þörf? Er það Bandaríkin? Já, það stendur yfirleitt military reasons or hostilities, other hostilities. Það er mjög vítt. Þeir þurfa ekki að ráðfæra sig við íslensk stjórnvöld? Það er ekki eitthvað svona sameiginlegur fundur sem að segir, jú, þetta er hættuástand, þar með virkjast þessi samningur. Það er svo skrítið, þetta rekst hvert á annars horn. Í sumum greinum segir að það þurfa að hafa samskipti við íslensk stjórnvöld. Í öðrum segir, ef að hernaðarástand þá getum við gert þetta og getum við gert hitt og látum þau bara vita. Það er svona ætlað samþykki eiginlega, sko. Við fáum samþykkið eftir á ef það er eitthvað svona neyðarástand hernaðarlegt. Já, er það ekki það sem er samráð eins og var
Ég man til þess eftir á 10. áratugnum að þá var oft verið að semja viðbúnað og muni ekki eftir þessu, hvort það ætti að vera 4 eða 6 herþotur eða eitthvað, já. og þá voru Íslendingar að reyna að fá Bandaríkjamenn til að sætta sig við tiltekið. Þannig að það er samráð við slíkt sem er svo uppbygging viðbúnaðar, en þegar að kemur hættuástand, þá taka bara Bandaríkin yfir, eða ekki? Jú. Það er einmitt þessar, það eru athyglisverðar þessar bókanir frá 1994 og 1996 lágmars viðbúnað á og þá eru Íslendingar að streða við að hafa það er nú aðalega björgunarþyrlurnar líka þessar 4 orrustuþotur sem að þeim var lofað. Mesti mannaflinn fylgdi þeim alltaf. Já, það var nú það sem þeir vildu gera, sko. Og það er svolítið fyndið, sko, því að þessi upphaflega náttúrulega svona grein í varnarsamning sem snýst þetta sé eitthvað svona samráð á milli Íslands og Bandaríkjanna sko, hversu mikið lið eigi að vera hér. Upphaflega er þetta náttúrulega bremsa sem íslensk stjórnvöld setja til þess að sko, einhvern veginn hamla því að það flæði hér allt í einhverjum bandarískum hermönnum, og það er þá allavega eitthvað sem að þeir voru svolítið svona smekir við, og Ólafur Thors og þessir sem sömdu þarna upphaflega. En svo náttúrulega eins og þú segir á 10. áratugnum þá er þetta orðið sko, þá er nota Íslendingar þetta sem öfugt til þess að væla, grenja út sko meira einhvern veginn. Já, til að fara ekki. Akkurat. Og íslensk stjórnvöld reyndu að stöðva það herinn færi. Það er nú var ekki Davíð Oddsson þá utanríkisráðherra eða forsætisráðherra? Það er ég man eftir fréttum af því það sem hann var einhvern veginn að þvælast í leigubíl, einhvern veginn að reyna að ná fundi með buss. Já, það er hann á síðustu árunum hann þegar 2006. Já, og menn muni eftir samkomulagi hinna viljugu Íraksstríðið. Það er þá á þeim árum sem að Davíð er mest að beita sér í, svo heldur hann sé búin að ná langtíma samkomulagi með því að setja Ísland inn í stríðið. Já, og þá metur hann sér svo að þessi hætta á að Bandaríkin drægi herinn tilbaka vegna bara annars konar mats á öryggisógn Bandaríkjanna í heiminum, að það sé Miðausturlönd og svo eru þeir alltaf náttúrulega hægt og bítandi að færa sig yfir í Suðaustur-Asíu og Kyrrahafið og það var vitað að það væri viljið til þeirra að loka herstöðinni hér. En Davíð, eins og þú ert að segja með því að setja okkur þarna inn á listi af viljur og þjóða í Íraksstríðinu og svona vera þéttari á eftir Bandaríkjamönnum í ýmsum málum, að þá væri það til þess að friða þá eða gera þá velviljaðir okkur til þess að herinn færi ekki. Það er það sem þú ert að segja. Já, og sko við hjá herstöðvanstæðingum rekjum þetta alveg, við vissum það 1991 sko bara innan úr stjórnkerfinu að þá vildu þeir strax fara og þeir voru sífellt að draga saman seglin allan þennan tíma fram til 2006 en íslensk stjórnvöld streitast á móti og það er Jón Baldvin Hannibalsson sem að dregur þá inn í heræfingar á Íslandi til þess að festa þá í sessi og þeir gera samkomulag það að það séu haldnar sameiginlegar heræfingar hérna. Norður víkingur og allt það dót, já. Þannig að það er stefnan frá því, við getum sagt 91 eða 89 frá hruni Sovétríkjanna, að Bandaríkjamenn eru lítið svo á að þetta flugmóðurskipið í Norður-Atlantshafi hafi ekki sama vægi og gildi fyrir sig. Ógnin komi ekki úr norðrinu eins og var metið í kalda stríðinu og það tekur þá næstu 15 ára að fara. Síðan eru þeir varla farnir. Þegar Bandaríkjamenn fara bara aftur að hafa svolítið áhuga á því að sko missi þetta ekki alveg frá sér og snúast þessir auka samningar eru þá Bandaríkin að árétta það að þeir hafi ennþá þennan rétt á að því að taka Ísland, þá ég veit að þeir bara geta hernumið Ísland, við getum orðað þannig, eða komið hér fyrir aðstöðu til þess að verja landið eða verja öryggishagsmuni sína hér á Íslandi. Snúast þessir auka samningar þetta? Hvernig á samningurinn að vera þegar herinn er farin? Ertu að tala þá samningi 2017? Já, 2017, 2016 í líka. Já, það er eiginlega engin leið að sjá það út frá íslenskum sjónarhóli hvort það séu sko Íslendingar. Það er alveg greinlegt að það er Lilja sem hefur frumkvæðið þarna 2016 og Íslendingar eru greinilega orðnir bara, þeir vilja hafa meiri tengsl út á við og þeir gera þetta svo mikið öðruvísi við Bandaríkin. Það er eins og þeir eru alltaf að sækjast eftir einhverjum herstyrk, þeir treysta ekki þessum samkomulegi, það er mjög skrítið núna, það er alltaf verið að tala, við erum að efla samstarfi við Norðurlöndin og hin og þessa, en í sko gegnum tíðina
alveg frá sko mjög öflugt eftir 2000 eru gerðir varnar- og öryggissamningar við öll Norðurlöndin og Kanada og Bretland. Og Bretland, það er samningur þar sem að Norðurlöndin og Bretland eru í, ég man ekki hvað sá samningur heitir. Jet eða eitthvað svoleiðis, svona viðbragðslið. Það er Guðlaugur Þór sem gerði hann. Það er annar svona samningur sem birtist eftir sumarfrí. Það er þá íslensk stjórnvöld sem eru að reyna að, ef að við, þau eru að gera þetta í góðum hug. Þau eru að baktryggja sig eitthvað. Til að varnarsamningur sé ekki nægur og eru þar leiðandi að búa til samninga við önnur ríki. En á sama tíma þessi endurskoðun, ég bara velta fyrir mig, hvor er það Íslendingar? Þú segir að það hefur verið Lilja 2016 en óvíst hvað er þessum samningi? Guðlaugur er nú eins og hann er, hann hefur nú ekki frumkvæðið nokkur sköpuðum hlut. Það veist maður ekki, það er alltaf ykkur á baku þann sem ítir í hann. En af hverju eru þeir að gera þetta? Þeir þurfa að gefa rosalega mikið eftir. Það er eins og Bandaríkjamenn hafi bara ekki haft neitt sérstakann áhuga á að gera þennan samning. Það er ekki farið til Washington til undirritana eins og hefur alltaf verið gert við Bandaríkjamenn og það er einhver undirtilla hérna, það er ekki einu sinni, ég gat ekki fundið að þetta hefði verið Charles Tafer eða fyrsti sendiráðsritari sem hefði skrifað undir þetta á sínum tíma. Það ekki að vera tímasetningin, það eru bara 4 vikur í kosningar held ég, eða tæplega? Já, það getur verið tímasetningin. Þetta verður bara óþægilegt fyrir Sjálfstæðisflokkinn og Guðlaug að þetta dytti einhvern veginn inn í kosningabaráttuna? Já, þeir vilja ekki birta þetta. Þetta er hvergi hjá stjórnarráðinu. Þetta er bara í þessum plöggum út í Washington. Sem er öfugt við hvernig íslenskir stjórnmálamenn hafa hegðað sér hingað til. Að þeir eru yfirleitt þrá mjög að vera með eitthvað svona myndir af sér að taka hendurnar á bandarískum. Já, það er einmitt það Þetta er afar einkennilegt. En það er nú samt alltaf kannski svolítið staðan eftir að herinn fer 2006 að þá eru Bandaríkin svolítið komin með óskastöðu sína sem að rauninni vildu alveg frá lokum kalda stríðsins að þau vilja hafa aðstöðu hér og þau vilja hafa millilendingar og möguleikan á því að koma með lið og eitthvað svoleiðis og ef það eru stríðstímar eða eitthvað svoleiðis. Náttúrulega eftir kalda stríðið þá hafa þeir ekki sérlega miklar áhyggjur af Rússum en þegar þeir losna við allar skuldbindingar sem að varnarsamningurinn setur eða svona Íslendingar gefa frá sér allar samningsstöðu með því að semja ekki almennilega aftur eða bara segja upp varnarsamningnum þá geta Bandaríkjamenn komið þegar þeim sýnist með þann herafla sem þeim sýnist og það var allir eins og kom þarna fram í kveik þeir birtast aftur 2014 með þessar kappátaleitaflugvélar og þá vísa þeir í að þetta sé ekki föst viðvera af því að þeir eru skiptaði út reglulega þannig að þeim langar ekki til að hafa einhverja fasta herstöð þar sem þeir eru að binda eitthvað ákveðið lið en þeir vilja hafa eins mikla aðstöðu og bara þeir sjálfur vilja og það er alltaf svolítið gefið með þessum Lilju samningi 2016 og það var það svona kvittað upp á það og fordæmin líka sem að koma eftir þeir fara byggja aftur upp aðstöðu eftir 2006 eða 14. Kann að vera bara kostnaður útreikningur hjá Bandaríkjaher að ef að fasta lið hér að þá þarf að hafa skóla og kirkju og kaupfélag og ég veit ekki hvað og hvað en ef þú ert að senda menn bara í svona verbúð að þá ertu með lágmarksaðstöðu fyrir hvern og einn, býst þið við? Já, það leiðir hugan að því ástandur sem er núna að Þorgerður Katrín og fleiri þarna inni eru endalaust að hamra á því að Íslendingar eigi að bara borga allt sem að þeim er sagt að gera sem er bara spurning hver er að segja það þetta er eins og þeir séu bara strengjabrúður af því að áður fyrir snerist þetta allt það Íslendingar ætti ekki að borga neitt allir samningar snerust það hvað fá við hvað græðum við á því að hafa herinn en núna er eins og sé búið bara að segja þessu fólki já nú eigi þið að láta ríkissjóð borga og á þessum árum sem þú ert að vísa til þá var sættist Bandaríkjaher á að borga og borga meira hann vissi alveg að það voru einhver verktakafyrirtæki sem voru ógráðum að vissu að því að eimskip og samskip skiptu á milli sín varnarflutningunum og ógráðum þannig það var alveg vitað að vegna þess að þetta var bara litið á að vera mikilvægt að vera hérna út frá bandarískum hagsmunum og þeir horfðu í gegnum fingur sér við þetta að því Íslendingar væru að tína af þeim
Það er akkurat eitt sem er sagt upp í þessum samningum, hvort það er 2006 eða 16 eða þá er aflagður eitthvað viðauki sem er frá 80 eitthvað sem snýst akkurat það að íslensk stjórnvöld megi velja hvaða verktakar séu inn, sko, þannig að það er tekið út hermangið sem að var náttúrulega hafi gríðarlega áhrif í íslenskum stjórnmálum, hafi gríðarlega áhrif í íslensku efnahagslífi, byggði hér upp svona ákveðin auð sem að voru bakhjarlar tiltekinna stjórnmálaflokka. Bara nútíma samfélag byggist á þessum hermangi, sko, frá milli 50 og 60 sérstaklega. Og Bandaríkin voru sátt við þetta vegna þess að þetta ýtti undir þau stjórnmálaöfl sem að þeim hugnuðust þegar að sko kalda stríðið var kannski raunverulegt, svona fram á 8. áratuginn þegar að var svona hugmyndur að þjóðir í okkar heimshluta væru að velja sér hvaða leiðir vildu fara. Akkurat. Og þá ýtti Bandaríkin undir þetta. Já, þeir kaupa sig náttúrulega inn í landi byrja 1948 að setja Íslendinga inn í Marshall-aðstofuna sem hefði náttúrulega samkvæmt öllum skilgreiningum áttu aldrei að fá aur úr. Því voru náttúrulega ríkasta þjóð Evrópu þá. Og kaupa stjórnmálumenn til þess að setja okkur inn í NATO og þeir dæla peningum inn í landið, sko, næstu 15 árin. Það er upp undir 20% af gjaldeyris innflæði landsins kemur frá þessu sömu árin. Það má lesa þessa landsölu í Adolfsstöðinni til dæmis. Já. Það. Og þetta Marshall-aðstofan, hún náði fram yfir 1970, ég held að síðasta láni komi út af Búrfellsvirkjun. Það var þar allra síðasta. Hafði mikil áhrif hér. En núna er önnur staða í heiminum og við skulum kannski hafa minna það að þessi samningur var gerður við ríkisstjórn Trump á fyrirhluta fyrri kjörtímabili hans. Akkurat. Og það voru mikil samskipti við Bandaríkin á þessum tíma. Pompeo til dæmis kom til landsins sem er ekki algengt. En það var til þess að slökkva á öllum hugmyndum að Ísland gengi inn í belt og braut. Það fjaraði út eftir það. Guðlaugur Þór var örugglega áhrifamaður á því að hérna var opnað fyrir að fólk frá Venezuela geti leitað hæli, farið fram fyrir röðin og fengið sjálfkrafa 4 ára dvalarleyfi. Það var svona hluti af einhverju brölti Bandaríkjamannum valdaskipti í Venezuela. Og gerist alltaf Twitter eitthvað einn. Já, þannig að það voru mikil samskipti við Trump-ríkisstjórnina. Núna er Trump-ríkisstjórnin ekki eins vinsæl á Evrópu og hún var kannski ekki vinsæl þarna og kannski sérstakt hvað Guðlaugur Þór og félagar voru hrifnir af þeim. En núna er til þess að tala um Grænland og Trump vill bara taka Grænland til að vera bara hlut af út frá svona öryggissjónarmiðum Bandaríkjanna, bæði út af sko legu landsins en líka þarna eru alls konar málmar og eitthvað fleira sem að er bara eðlilegt að við tökum, svo lendi ekki í óvinna höndum og við vitum allir að þótt að sé verið að tala um sjálfstæði Grænlands að þá getur það aldrei orðið neitt, að Bandaríkjamenn mun aldrei una þeim að til dæmis gera námusamninga við Kína, að þá munu Danir stíga fram og segja við skilum ekki hvaða læti þetta er í Trump. Ég meina, Bandaríkjamenn geta gert hvað þeir vilja á Grænlandi. Það var alltaf mátt það. Við erum með varnarsamningu þá og þeir með bara hafa eins margar herstöðar en þeir vilja og bara gera það sem þeir vilja. Og hvaða læti er þetta, segja þeir. Og þá veltum maður fyrir sér. Á það ekki sama við Ísland? Getur ekki Bandaríkjamenn bara gert það sem þeir vilja? Þetta eru mjög svipaði samningar þegar sem eru gerðir, báðir 51 akkurat og sko auðvitað er náttúrulega kannski, Grænlandi kannski jafnvel hernaðarlega mikilvægar í kalda stríðinu, þeir eru með ratsjárstöðvarnar til að skynja allar þessar kjarnorkuflaugar sem að Rússar getur sendið við pólinn og svona þannig að þeir hafa mjög og þeir eru með kjarnorkuvopn þar en já, ég meina það maður horfir akkurat á þetta sko, þetta upplaupi á Trump akkurat velti fyrir sér af hverju ósköpunum, af hverju gera þeir ekki bara það sem við sýnist með þetta og líklega sko einhverja kenningar um þetta akkurat að þá sé þetta kannski frekar sem snúist einhverjar mögulegar signingaleiðir sem opnist þegar pólarnir bráðni og eitthvað svoleiðis að það verði fram hjá Grænlandi og að þeir vilja stoppa Kínverjana þar sko, en ég menna eins og segir sem er umræða sem við þekkjum mjög á Íslandi já, ég meina við vildum drefin áfram Ólarinnar Grímssyni þessi umskipunarhöfni Finnafirði þessi miklu umskipti sem að verða þegar norður í opnast með einhverjum hætti og þau eru bara horfir á landakort að þá er náttúrulega Rússland á helmingin af öllu landi sem er að pólnum, alla lögsöguna Bandaríkin bara örlítið sneið sko, ég held að sé varla 15% en svo eru svona lönd sem að Trump og félagi líta á sem veik Kanada, Danmörk Noregur og maður veldi fyrir sig hvort að þeir telji ekki bara að vera mikilvægt að þeir hafi bara sterkari stöðu á þessu svæði. Jú,
og maður sér finnir allir eins og með sko Finnafjörðin þar sem voru þessar hugmyndir uppskipunarhöfn kínverskra að þá akkurat sko mjög í kringum það, þá allt í einu sem sagt helgar landhelgisgæslan sér sko eitthvað öryggissvæði þar. Þannig að það er svona beinlínis einhvern veginn sko, það hafi ekki komið einhverja skipanir það, það er að tryggja þetta í rauninni fyrir sko þá mögulegu umsvif varnarliðsins eða landhelgisgæslu eða eitthvað svoleiðis til að svona kannski bremsa þessar áætlanir að Kínverjar fær eitthvað að skipta sér af Sem gæti verið merkið þess að Bandaríkjamenn geti eiginlega gert það sem við vilja Þeir geta ef að koma einhver hugmyndur kínversku höfn í Finnafirði, þá er bara eitthvað í gang og gerist eitthvað, þannig það er í lóma. Bara kom einhver fyrirmæli inn í utanríkisráðuneytið sem maður sér á þessum samningum að eru svolítið svona bara framlenging á utanríkispólitík Bandaríkjanna sko, og þarf ekki að fara í gegnum Íslands þing eða neina almenna umræðu greinilega hér. Þannig að þau plön bara hverfa, gufu upp ef Bandaríkjamönnum sýnist svo sko. Já, þetta er nákvæmlega eins hér, eins og þeir stöðuðu alla kínverska starfsemi á Grænlandi, þannig að það hér. Já, hér Nema þeir og var náttúrulega aldrei neinn Norðurljósa Akkurat og nú er ríkislögreglustjórum mikla áhyggjur að það sé verið einhver njósnastöð Kínverja akkurat Njósnum hvernig anskotan sem ég segi ekki þessi skúr en þetta er ekki stór bygging Nei það er merkilegur fjandi Hörðu, en það eru mikla breytingar í heiminum og þið eru í samtökum hernaðarandstæðinga sem eins og hétu stöðarandstæðingar og við skulum vona að mun aldrei heita það aftur en með þérna samninga þá getur það gerst Ég var mjög á móti því að breytum nafn því þeir fóru aldrei það voru alltaf svona upp undir 100 manns þarna og við héldu þessari aðstöðu sinni þannig að svona strangt tekið var lögður herstöðin ekki beinnis niður sko. Þeir afhentu hins vegar, það var svolítið skrítið, þeir afhentu meiri hlutan af landinu til Íslands, skiluðu því sko. En eins og einhver fór að braska með húseignina Já, þeir færiðu girðinguna sko, tóku helmingin af öllu, tóku allar íbúðasvæðið og það allt saman en ég held að það sé ekki rétt og það er bara alls ekki rétt það sem að hann sagði í Kveik að þetta væri alfarið íslenskt land, íslensk stöð og allt það. Þeir létu aldrei af hendi flugskinn og þvílega. Þau voru alltaf undir yfirráðum Bandaríkjamanna og þessi sprengjuskýli og það allt saman. Sko. Þeir héldu því alfarið. En síðan hafa verið framkvæmdir á svæði sem einhver leyti heyrir undir Ísland, þar sem hefur verið að byggja upp aðstöðu fyrir þessa gestasveitir í fluginu og eitthvað fleira, þannig að það hefur verið töluverð fjárfesting á undanföllum árum. Það er það sem NATO kallar skyldur gisti þjóðar. Að þú átt að standa kostnað því þegar að koma eitthvað fólk frá NATO-ríkjum til þess að gera eitthvað á landinu þá þú að sjá það að gefa þeim að borða og hýsa þá og allt víðinlíkt sko. Það er til samningur sem ég er oft vitnað í, ég hef aldrei séð hann var gerður í London þarna sumarið 1951 skyldur NATO þjóða við sín á milli og það er oft vitnað í þennan samningu, ég hef aldrei nefnt að fara og ná í hann en heitir SOFA Það er ekki ákvæði honum að eitt NATO-ríki geti ekki hótað hernaðar innrás í næsta eins og Trump gerir. Það er einhvern veginn ekki, menn hafi ekki verið það framsýnir en það hefur reynt á það, við skulum nú ekki gleyma því. Landhelgisvesenið á Íslandi reyndi mjög á þanþol þessa samnings og einmitt þá kom vel fram, það var ekki gert ráð fyrir eitt NATO-ríki réðst á annað en þá Íslendingar beittu því ákaft að það væri einmitt að það mætti ekki. Og nutu svona einhver leyti stuðnings Bandaríkjanna því, ekki áberandi og ekki á yfirborðinu. Nei, bak við tjöldin eitthvað. Bak við tjöldin að Bretarnir stóðu orðið einir eftir í því. Og það er líklega af því að Bandaríkjamenn hafa alltaf metið Ísland hernaðarlega mikilvægt fyrir sig. Já, og við verðum alltaf först inn á þessu bandaríska áhrifasvæði bara svo lengi sem þeir skilgreina sig. Þannig að það er svolítið fyndið þegar það er verið að hlusta á íslenska ráðamenn til dæmis út af þessu breytta ástandi í heimsmálum, tala sko NATO sem eitthvað skjól einhvern veginn gegn Bandaríkjunum eða evrósku NATO-ríkin.
af því að ég meina NATO er náttúrulega ekki, er ekki fuglinn í fiskun án Bandaríkjanna, það snýst allt stjórnkerfi NATO snýst um það að bandaríski herinn fái öllu völd á einhverjum stríðstímum og svoleiðis og hernaðarskipulagið er allt þannig og meira segja sko, en svo er það líka orðið kannski svolítið vandræðilegt þegar maður sér til dæmis að sko veiga miklu hlutar í varnarsamningunum byggjast á NATO-aðildinni líka. Þannig að þetta er allt orðið svolítið flókið sko þegar það er að koma upp þessi rifa á milli Evrópu og Bandaríkjanna. En ef það gerist, ef það heldur áfram að gerast, það er að gerast sko. Að þá erum við náttúrulega með aðra stöðu heldur en, hvað við að segja, bara Belgía. Við erum á skilgreindu áhrifasvæði Bandaríkjanna. Algjörlega. Og ég meina Bandaríkjamenn vita það. Við látum stundum eins og við vitum það ekki, eins og við höfum eitthvað valkost. Pútín veit það. Kína veit það. Jú. Það veit þetta allir. Það er bara að gera árás á Íslandi svona, ég segi ekki það sama og gera árás á Washington. En það er stórveldi sem að myndi gera eitthvað slíkt að það væri að espa Bandaríkin upp með allt hætti heldur en ef þau ráðast inn í Úkraínu eða Eystrasaltslöndin. Er það ekki bara staðan sem Jú, við búum við það sko. Við höfum alltaf sagt það að þú veist, af hverju við ættum að vera endilega einhvern veginn að við náttúrulega þurfum okkur að viðurkenna þessar staðreyndir og hugsa einhverju svona, þú veist, varnarstefnu eða eitthvað svoleiðis og við náttúrulega tölum fyrir hlutleysi og herleysi og svoleiðis en við áttum okkur alveg á því að bara eins og í seinni heimsstyrjöldinni að þegar það voru Bretar sem að réðu hérna þá vorum við ekki að fara að gera neitt til þess að stoppa það þeir kæmu hérna ekki frekar en við myndum sem hlutlaus og herlaus þjóð stoppa Bandaríkjamenn frá því að hlutast til og vegna þess að við getum það ekki. Við getum það ekki. Nei, það sögðum við alltaf sko. Við rekum þá ekki burtu, þeir fara á sjálfstöðum og eina hættan sem er fyrir okkur sem sé stríðshætta er svo að við setjum upp verulega ögrandi hernaðarmannvirki hérna á landinu og það var sérstaklega hættan á þessum tímum kalda stríðsins eftir 1980 þegar voru hérumbil öruggt að þeir voru með kjarnorkuvopn á vellinum. Það þýðir að þá var hún orðin algjörskotmark. Núna erum við komin aftur á þann stað þegar við erum komin með kjarnorkukafbáta hérna bara inn í hafnir nánast og það stemt að því að þeir fá að leggjast að bryggju og það er orðið ótrúlega hættulegt. Og þá eru þið að tala kafbáta sem eru með kjarnorkuvopn, ekki bara knúnir af kjarnorku. Já, það virðist alveg vera liðið, þeir eru alveg búin að gleyma yfirlýsingu Geirs Hallgrímssonar það að það mætti ekki koma kjarnorkuvopn inn í íslenska landhelgi. Það er engi spurður lengur. Við höfum reglulega til mis þegar B2 sprengjuþoturnar komu sem eru náttúrulega líka færar að bera kjarnorkuvopn og Ísland eftir að Pence birtist akkurat á fyrra kjörtímabili Trumps að þá var Ísland einhvern veginn sagt vera útistöð fyrir B2 þotur en vissulega eru þær ekki varanlega en að þetta er allt eitthvað sem getur borið kjarnavopn og ég meina það er ekkert sem stoppar Bandaríkin í að koma með kjarnorkukafbáta en það sem að við höfum stundum sendt einhverja fyrirspurningar utanríkisráðuneytið þar sem er sagt jú þjóðöryggisstefna þá spurðum við hvort það séu kjarnavopn í þessum kafbátum og hvort að þau hafi gert eitthvað til að stoppa Bandaríkin frá því að koma með kjarnavopn til Íslands og þá er alltaf vísað í þjóðöryggisstefnu Íslands frá 2008 eitthvað svoleiðis þar sem að talað að það sem er eiginlega vilja yfirlýsing þingsins að friðlýsa Ísland fyrir kjarnavopnum en það er aldrei verið lögfest samt vitnar alltaf utanríkisráðuneytið í þetta og svo segir það að Bandaríkjamenn viti af þessu og það sé þá gert ráð fyrir því að Bandaríkjamenn hlíti því en það er náttúrulega líka stefna Bandaríkjamanna að þeir gefa aldrei upp hvort það séu kjarnavopn upp í neinum farartækjum hjá þeim þannig að þetta er allt einhvern veginn já, svona þessi hugmyndum að Ísland sé kjarnorkuvopnalaust það hvílir á mjög veikum grunni. En varðandi að Ísland sé á öryggissvæði Bandaríkjanna eða svona og sé með aðra stöðu heldur en mörg Evrópulönd. Hvernig hljómar sem er sívaxandi tal íslenskra ráðamanna kannski svona undanfarin frá innrás Rússa í Úkraínu að við eigum að vera verðugir bandamenn sem að þýðir það að við eigum að leggja meira til og Þorgerður Katrín hefur núna undanfarið sagt að það sé bara þrýstingur á Ísland sem eitt af auðugustu löndum Evrópu með að við
auð per mann, Akkurát. að við eigum að beygja okkur undir kröfunar sem að voru einu sinni 2% en núna orðið 5% af landsframleiðslu sem að væri 240 milljarðar sem að við ættum að leggja til þess að kaupa okkur raunverulega hernaðarvernd Bandaríkjanna sem að þeir eru til í að gefa okkur ókeypis. Hvernig þess að þeir líta á það sem sín eigin hag. Hvernig, það er eitthvað skrítið við þessu umræðu? Já, það er mjög skrítið. Þorgerður Katrín, hún vitnar aldrei í nokkurn mann. Það er aldrei nokkur fréttamann sem spyr hana hver segir þetta? Hver sagði þér þetta? Vegna þess að það er enginn sem segir henni þetta. Hún er nánast að búa þetta til. Þú meinar hún drekki þetta bara Hún drekkur þetta í sig. stemmingin á fundunum og hún finni sig veika á fundunum og vilji vera eins og hinnir? Hún vill vera eins og henni. Þetta er partur af því íslenskir ráðamenn hafa alltaf sóst eftir því að komast í koktelboð í Brussel og víðar. Að fá að vera með. Það er alveg ótrúleg minnimáttakennd Það er sem náttúrulega boðið, sko. Já, þeim er boðið, þú þarft að hafa fyrir því að fá boðið. Og þú þarft að hegða þér almennilega, stilla þér upp fínum myndum og skála við rétta fólkið, sko. En þeir vilja vera með í koktelboðinu. Og þetta er sérstaklega einhvern veginn færst í aukana núna á þessari öld, sko, þú veist það var nú uppálega þannig var það ekki að Ísland var ekkert að taka þátt í svona hermálaráðsfundum NATO því við bara töldum okkur ekki og réttilega ekki hafa neina þekkingu á þessu. En svo, þú veist, eftir að þegar svona herinn að fara þá allt í einu þá vilja akkurat íslenskir utanríkisráðherrar vera einhvers konar varnarmálaráðherrar og fara svona látast vera með einhvers konar her og innvikla allar þessar borgarlegu stofnanir okkar landhelgisgæsluna og svoleiðis inn í einhver herbatteri og ég meina þú veist strax þarna 2004 við nú þegar friðargæslan svo kallaða í Afganistan reynist vera bara íslenskur her sem rekur þar herflugvöll og fór náttúrulega mjög illa því að Íslendingar hafðu enga þekkingu eða burði til að gera eitthvað svoleiðis. Þannig að þetta virðist vera mjög sterkt akkurat þessi minnimáttakennd utanríkis ráðherra og utanríkis ráðuneytisins og þessar stofnana það bara vilja vera með og maður velti fyrir hversu er það eitthvað til þess að fara að borga einhver háskólakerfi í En ef það var að staða fyrir 15 árum eða eitthvað svoleiðis það er bara þannig. En núna þegar þessar háu uppæður eru komnar á borðið og krafan, þá finnst manni nú þetta að vera of veiga litlar persónulega tilfinningar til þess að ráða svona mikilli stefnubreitingu að við ætlum að fara að ausa fé úr velferðarkerfunum og innviðunum okkar yfir í hernaðaruppbyggingu. Já, þetta er náttúrulega Við sjáum í öðrum löndum eins og í Bretlandi, þeir eru búin að leggja af svo til þróunaraðstoð, þeir eru að brjóta niður velferðarkerfin, þeir eru hættir öllum aðgerðum gegn loftslagsvanni sem skiptir einhverju máli, bara til þess að geta aukið framlög í hernað. Þjóðverjar líka, það er talið í Evrópu er allt svona, við þurfum að spara í velferðarkerfum til þess að borga undir hennar her og það er einhvern veginn kaldhæðnislega að þetta er akkurat það sem Trump var að kalla eftir, en svo er þetta gert sem einhvers konar, látið vera sem einhvers konar andsvar gegn yfirgangi Trumps og Bandaríkjanna. En þetta er greinilega bara einhver stemming sem smitast til Íslands eða, maður veit ekki, það getur náttúrulega verið einhver á bakvið þarna ef að þú ert að leita eftir einhverju efnahagslegri baktryggingu hjá Evrópusambandinu, þá getur maður alveg séð fyrir sér að það séu einhverja kröfur að Ísland geri eitthvað meira í varnarmálum en við skulum náttúrulega ekki hafa við skulum ekki láta okkur detta í það að huga að Evrópa sé akkurat að fara að verja Ísland gegn einhverjum bandarískum afskiptum. Já. Það er líka, það er mjög áberandi munurinn á samningu sem við gerum við hinnar þjóðurnar við Norður-Atlantshafið. Þar er öll áherslan lögð á samstarf í öryggis- og varnarmálum en í borgaralegu almannavarnarstarfi. Það er eiginlega í öllum þessum samningu, þá er það gegnum gangandi sem er þveröfugt við allt sem þú gerir við Bandaríkjamenn. Það er eins og menn passi sig á því að styggja ekki Bandaríkjamenn með því að fara ná í samstarf við aðrar þjóðir sem við hefðum alveg geta gert við til dæmis Noreg. En kannski er það vegna þess sem að Guttorm er að benda á að það er kannski ólíklegt að herir þessara landa fara að verja okkur. Þess vegna eru samningandi kannski meira, er það ekki þá meira
netárásir og slíkt sko, sem við heyrum svo sem í fréttunum að það er verið að magna upp svona eitthvað svona hernað til hliðar við hernað. Allt svona mígra starfi í kringum öryggismál. En þetta er líka þegar þú talar við, þegar þú sér þessar menn sem að tala sko að byggja upp sko, eigða einhverjum peningum íslenskar varnir að við förum að borga eitthvað svoleiðis og svo þegar þú einhvern veginn ferð að krefja þessi rök og skoða sko, þú veist, þegar þú skoðar þessi rök fyrir því að stofna íslenskan her til dæmis að þá eru þau algjörlega byggð á einhverju sýnustöð. Það er allt tákgrænt að vita það fullkomlega íslenskur her er aldrei að fara að verja Ísland gegn einu. En þegar þú ferð svona onni í sko hvaða svona konkrét ógnir þeir benda á, þá er það alltaf bara eitthvað svona netárásir, það sé fara að klippa á kaplan okkar eða eitthvað svoleiðis. Og sumt af umræðinni sem er hérna er svar við kröfum á Íslandum að þeir verji meiri peningum í hernaðaruppbyggingu og þá er það ok, ef við erum að beygja okkur undir þær kröfur og þá skulum við allavega reyna að verja því þá bara að byggja blandiríkisgæsluna á eitthvað sem að gagnast okkur einhverju leyti því að eyðist ekki öll í það að kaupa vopn sem er náttúrulega kannski krafa frá Bandaríkjunum að stór hluti af hernaðarútgjöldum Evrópuríkjanna fari til þess að kaupa vopn af Bandaríkjunum til þess að bæta bandarískan efnahag. Herðu, en er ekki Ísland og NATO herin burta en þá ykkar krafa? Það var gerð könnun, það var bara Gallup var að birta könnun í morgun. Síðast var þetta gert í bara skömmu eftir innrás Rússlands í Úkraínu 2022 og þá voru 6% andvíg veru Íslands í NATO. Nú er komið við 12%. Er þetta... Þetta er þróunin sem við bara... Þetta er 100% aukning. Já, þetta er svolítið skrítið. Þetta kom náttúrulega eftir Úkraínustríðið þá náttúrulega voru rosa margir sem hoppuð á þennan vagn meira þess að bara fólk sem hafði séð lengi sko tala gegn NATO og svoleiðis og svo allt í einu og þetta er náttúrulega spilgjan sem að Svíar og Finnar nota til þess að sko hoppa inn sko og svo er ekkert víst að sé lengur meiri hluti fyrir þessu Svíþjóð til dæmis. En það er náttúrulega svo erfitt að segja svoleiðis vegna þess að það er eitthvað tækifæri sem er notað og andstaðan var eiginlega lömuð því að það var bara fólk að kalla pútinista vildu halda fram hlutleysisstefnu. Akkurat. En síðan þegar löndin eru dottin inn í NATO þá náttúrulega flókið að eins og það eru 71% landsmanna sem eru hlynnt aðild NATO. Núna, samkvæmt Gallup. Það eru færri í öllum hópum, sérstaklega færri sem eru alveg einarðir stuðningsmenn. Þannig að það er eitthvað hefur þessi umræða haft áhrif á. Jú. En við búum samt í landi þar sem er svona megin þorri fólks beygir sig undir þetta mat stjórnvalda að okkur sé best borgið að vera í NATO og vera með varnarsamning við Bandaríkin. Það er erfitt að koma umræði í gang eitthvað annað. Jú, og einhvern veginn það er, hvort eins og maður væri auðvitað að brjóta þetta status quo sko, með því að segja sig úr NATO og krafan sem við viljum náttúrulega að Ísland segja sig úr NATO. Það er náttúrulega svolítið svona einhver róttæk breyting á því sem er í gangi núna og fólk kannski sér enga sérstaka ástæðu til þess en ég meina maður sé það til þess að NATO er náttúrulega í rauninni bara svolítið að rakna upp sko með þessu, þetta er stemt í þetta svo sem lengi sko að NATO hefur náttúrulega verið að finna sér upp einhverja réttlætinga fyrir tilveru sinni alveg síðan kalda stríðinu lauk með íhlutunum erlendis og svo þegar þú hefur sko stórkostum afglöpum eins og Loftrössum og Líbíu, þáttöku í Afganistan allt saman hrikalegar hernaðaraðgerðir sem að NATO hefur svo verið þvælt inn í og náttúrulega inn í Afganistan líka sko eftir að Bandaríkjamenn réðust þar inn og þannig að við myndum bara segja þú veist þetta er náttúrulega þetta er bara eins og við bendum á þetta er orðið árásarbandalag og er náttúrulega bara tæki við bandarískrar utanríkisstefnu og svo þegar Bandaríkjamenn hafa ekki lengur áhuga á þessu hvað í ósköpunum er þá gildið í þessu bandalagi þannig að ég held að það sé ekki vitlaus hugmynd að alltaf velta fyrir sér einhverju svona útgönguleið út úr þessu að bara því að það er ekkert víst að þetta muni skipta neinu máli eftir þú veist þó að Trump verði kosin út næst sko þá held ég að það sé búið að gera óbætanlega skaða einhvern veginn á þessu svona hernaðarsamstarfi Bandaríkjanna og Evrópu. Það var heldur ekki að sjá að Biden hefði breytt utanríkisstefnunni þeim breytingu sem að Trump hafði komið í gegn í utanríkisstefnunni. Nei, þetta byggir alltaf á hverju öðru. 2% sem að Trump lagði fram á fyrra kjörtímabili sínu, Biden held ég áfram. Já, og Bandaríkjamenn hafa alltaf viljað að Evrópa borgi meira síðan kalda sínu lauk en Trump er alltaf svolítið svona harðar í þessari afstöðu og er náttúrulega líka að tala akkurat bara ráðast inn í önnur NATO-ríki saman hversu alvarlega mann tekur það þá er, leið og segir það, þá er það orðið mjög stórt skref og svo tollastríðin og allt þetta
Þannig að ég myndi bara að segja að það væri mjög skynsamlegt fyrir bara íslensk stjórnvöld og íslenskan almenning að velta fyrir sér sviðsmyndum þar sem að NATO er ekki lengur partur af þessari varnarstóð og svo þegar þú skoðar þessa, eins og þú segir, ég meina við erum föst á þessu áhrifasvæði, þurfum við virkilega að beygja okkur undir bandaríska utanríkisstefnu og einhvern veginn að elta nákvæmlega allt sem Bandaríkin gera til þess að halda uppi einhverjum hervörnum sem að Bandaríkin menn ráða sjálfur nákvæmlega hvernig eru hvort sem er. Þorgerður Katrín hefur sagt að hún sé að setja öryggismálin á dagskrá, ég held að Þórdís Kolbrún hafi líka sagt það. En ætli þið ekki að taka boltan? Það verið að bjóða upp á umræðu öryggishagsmuni Íslands. Jú, við akkurat vorum með landsfund núna nýlega sem að við samþýttum það. Við ættum að bara setja fram okkar eigin þjóðaröryggisstefnu og það sem er náttúrulega fullt af þessum svona borgaralegu öryggisþáttum sem að hafa oft verið vanræktir og svo var líka lagt upp það að við myndum koma með einhvers konar ráðstefnu sem að myndi ræða þessi varnar og hermál á okkar forsendum og forsendum sem gangi ekki út frá því einhvern veginn að þetta sé allt bara einhverju fyrirverandi utanríkisráðherrar að tala hvað við með eða miklum peningum í að Það sem rökin eru stundum svona, það eru bara allir krakkarnir að gera þetta, sko. Akkurat. Það maður heyrir aldrei almennilega rökin fyrir þessu. Herðu, gaman að fá okkur að tala varnarsamninginn og NATO og fleira. Elvar Ástráðsson, skjalavörður, samtaka hernaðaranstæðinga, herstuðanstæðinga áður og Guðtólfur Þorsteinsson, formaður Gerðarkir. Takk fyrir. Við höldum áfram við Rauðaborðið, við erum alltaf að reyna að skilja þennan heim og þetta samfélag og okkur sjálf í leiðinni. Næsti kafli eftir augnablik. Samlokubrauð, maltbrauð, tékkneskt brauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöfts bakari, íslenskt handverk síðan 1834.